Hæ, Ari hér og mættur til að tala við ykkur. Þið svo ógeðslega skemmtileg og ég elski ykkur. Og það sem ég langar til að tala það svona, þú veist, misrætti bara, ég tala bara núna frá hjarta mínu. Bara það sem mér finnst, þú veist, það samtidig heilkveiti muslima hof eða hvað sem þetta kallar. Ég búinn að lesa mig til þetta, hvernig þessi trúarbrögð eru iðkuð og búinn að vera þarna í 10 ár í einhverju húsi og í þessu húsi geta þær ekki notað þessi, þau biðja 6 sinnum á dag og þá alltaf raflað út úr einhverjum hátalara og boðskapurinn breiðist yfir þann fjölda sem hátalararnir ná. Og þessi boðskapur sem þeir eru að skila frá sér, það sko misrétti milli karla og kvenna, misrétti milli muslima og annarra trúarhópa, þannig að aðrir trúarhópar þurfa núna að fara að passa sig sko. Dauðarefsingar fyrir að ganga af íslamstrú, menna ef þú hættir allt að vera íslam, þá bara áttu von á því að vera skotinn. Því miður. Dauðarefsing fyrir samkynhneigð, ég þarf að fara að passa mig. Limlestingar fyrir þjófnað og ég veit ekki alveg hvort að það sé verið að tala limin, oh my god, úps, djöfusins koksökkur. Dauðarefsing fyrir að hallmæla íslam, bann á tjáningafrelsi íslam, dauðarefsing fyrir að hallmæla Múhameð og karlmönnum leyft að eiga 4 konur. En af hverju ekki konur leyft að eiga 4 karlmenn? Það spurning. En ef ég á að segja eins og þá held ég þurfa að kúka. Bye.